krabbamein sem fjölskyldusjúkdómur á svolítið mikið til sín að segja. Þar sem að þetta snýst ekki bara einstaklinginn sem er lasinn. Þannig að allir fjölskyldunni er rauninni kippt svolítið út úr veruleikanum. Og eins og í mínu tilviki þegar ég var 15 ára gömul þegar ég greinist, að mamma hætti nánast alveg að vinna og bara með mér upp á spítala og sinna heimilinu og sem þurfti að gera. Pabbi líka, hann minnkaði þessu vinnu og hann var það, heppinn að hann gat minnkað þessu vinnu og hann fékk mikinn skilning frá sínu vinnuveitanda. Þannig að þetta var svolítið mikið svona, öll fjölskyldan var einhvern veginn sameinuð í því að láta mér batna. En á sama hátt, þá þetta svolítið svona, mér fannst það svolítið óþægilegt að öll athyglin beindist að mér. Allt snerist mig, mér leið bara svolítið svona, mamma, pabbi, viljið þið kannski ekki bara fara í bíó í kvöld? eða þið þurfum ekki að vera hérna í allan dag, þið geta alveg farið einhvern tíma, fyrir ykkur eða svona. Og eins með bara svona, eins og með systkini, ég get ekki ímyndað mér, skilurðu, hversu mikið athygli fer á veika barnið, hversu erfitt það getur verið fyrir systkini að höndla það, ýmsar tilfinningar sem geta komið upp, eins og þykja þeim ekki sem ekki vænt mig, eins og systur mína eða já, ok, að líða eins og þau skipta ekki svo miklu máli eða margar svona tilfinningar sem geta komið upp. Og ég fann sérstaklega fyrir því mjög sérstakt þegar ég var að vinna í sumarbúðum úti í Írlandi fyrir krabbameinssjúk börn og unglinga, svona alþjóðlegar sumarbúðir. Það var haldið eitt svona systkinanámskeið yfir sumarið. Það voru systkini greindra barna. Og þau þurftu helmingi meiri athygli heldur en þau sem voru búin að vera lasin. Öll orkan sem þau þurftu að fá og öll athyglin, þau voru bara svona suga. Sem segir svolítið mikið til það að þetta er kannski ekki eitthvað sem þau fá inn á sínu heimili. Það er alltaf, athygli beinist alltaf meira að veika aðilunum. Og þannig að þetta er svolítið svona ástand sem varir í fjölskyldunni sem að foreldrarnir geta ekki sinnt sinni vinnu fullkomlega. Systkinin fá ekki sömu kannski umönnun frá foreldrum sínum eins og það ætti að fá. Til úrbóta við þetta, til að segja til þeirra sem kannski er gangi gegnum þetta í framtíðinni eða í dag, að fá stóru fjölskylduna og afa til að hjálpa með systkini og líka að gera eitthvað saman, eitthvað sem tengist kannski ekki veikindunum, eitthvað bara til að hafa gaman. Já, margt svona, bara svona uppbyggjandi. Og en auðvitað er það ekki alltaf hægt, maður er náttúrulega bara að keppast það að vera heilbrigður, það er náttúrulega bara spurning líf og dauða. En samt, ekki alltaf einblína á það, líka einblína á það góða og njóta dagsins í dag.